Sportþátturinn mánudagskvöld með gesti Einarsinni frá Hæli. Fylgstu með á Facebook. Sportþátturinn mánudagskvöld með gesti Einarsinni frá Hæli. Já, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og við erum komin aftur yfir í körfuboltann og þessu sinni er ég komið með mann sem hefur nóg að gera þessa dagana. Það er Ívar Ásgeirsson, landsþjálfari íslenska kvennalandsliðs í körfubolta. Komdu blessa og sæll eða ekki? Já, hvað sæll. Og þjálfari Hauka líka? Já, nóg að gera. Já. En til þess eru menn eða ekki í þessu, það er til þess að hafa nóg að gera, það er verið að hafa ekkert að gera. Já, það er mjög slæmt, en maður ríður sér til þess að maður hefur gaman að þessu og þá er bara fínt að hafa mikið að gera. Já, nákvæmlega. Svona, já, kannski við byrjum á kvennalandsliðinu. Þið eru núna á fullu þekki í undankeppninni? Já, nú erum við á fullu þar og spiluðum úti á laugardaginn og við komum heim seint í gær eftir langt og strangt ferðalag og þannig að nú er bara að koma okkur aftur í gírinn fyrir miðvikudaginn. Já, og já, þið mættu þarna eða ekki fyrir þá sem ekki vita, var ekki gett Portugal eða? Nei. Við kepptum Portugal á laugardaginn og við kepptum svo við Ungverja á miðvikudaginn. Já. En já, Portugalsleikurinn, hvernig svona gekk hann? Það var svona, hann gekk alveg þokkalega. Við vorum að spila mjög góða vörn og frákastulega vorum við að standa okkur mjög vel. En við áttum við miklu vandræðum í sókninni og þannig að við náðum ekki sigri og aðlúta því að sóknin okkur var ekki nógu skarp. En það náðu að loka vel á okkur, við vorum bara ekki hitta nógu vel og þá náðu þeir að loka teiknum vel og þjappa bara þar í kring og við náðum ekki refsaði með því að hitta. Og já, það var kannski eitt sem að íslenska landslið kannski ekki gert áður, þið ekki þurftu að spila í einhverjum fjólubláu búningum? Já, það var dálítið skrítin upplifun að taka þátt í þessu og við vissum náttúrulega strax að taskan kom ekki og það var ein taska sem skilaði sér ekki og því miður var það taskan með búningunum í. En svona við gerðum bara stelpunum það ljóst að ef að búningunni kæmu ekki þá myndum við bara spila í einhverjum öðru búningum og þannig að þetta fari ekkert að hafa áhrif á okkur en auðvitað hefur það áhrif, það er alltaf stolt að klæðast í landsliðsbúningin og þannig að þegar þú ekki klæðið í landsliðsbúningin þá svona vantar eitthvað alltaf. Og já, það er ekki kannski aðeins að þessu kvennalandslið, það er búið að vera það ekki svona ákveðin kynslóðaskipti í þessu liði? Fyrirgeðu, ég hef ekki. Búið að vera ákveðin eða ekki svona kynslóðaskipti í þessu liði? Já, þetta er svona lið sem við erum búin að vera að byggja á núna síðustu 2-3 ár og þetta er ekki gamalt lið en eins og ég segi þetta er svona kjarnir sem við hefum geta byggt á næstu árum og plús þessar stelpur sem eru í Bandaríkjunum og þær koma vonandi inn eftir 2 ár þegar þær fara að klára sitt nám og hvort sem það fara að spila í Evrópu eða hér á Íslandi þá koma það til með að styrkja okkar landslið alveg gríðarlega. Já, körfuboltinn, hann hefur tekið það ekki miklu framförum núna á síðustu árum? Já, hann hefur við erum kannski með fleiri góða leikmenn sem eru fannir að skora og gera fleiri hluti en það er samt aldrei afgerandi að Kanadar eru að spila þar stór hlutverk í liðunum en það er vonandi að það minki og íslenska stelpur fara að gera meira í sínu liðum og til þess að landsliði verði betra, þess að ég segja okkur vantar dálítið sóknar þunga og að því að ég held að útlendingar hafi tekið dálítið mikið af því í íslensku liðunum að klára sóknir og það vantar dálítið að íslensku leikmenn taki þar á skarið og séu lykilmenn. En já, það er samt, já, menn eru núna það eru leikmenn að spila eins og Helena og fleiri sem hafa verið að spila úti í háskóla körfubolta og það fer fjölgandi? Já, Helena var spilaði í 4 ár í TCU í toppskóla í Bandaríkjunum. Við erum núna með Hildi Björg Hólmara sem að spila í Texas og svo erum við með 3 stelpur á
austurströndinni. Þar Lovísa Henningsdóttir, Margrét Rósa og Sara. Og þetta allt mjög góði leikmenn og geta styrkt íslenska landsliðið mjög mikið og þannig að það er mikið missir að hafa þær ekki. En framundan leikur á miðvikudaginn gegn Ungverjum, veistu eitthvað mikið þetta ungverska landslið sem þið mætið? Já, við spilum náttúrulega við þar í nóvember úti. Vorum í hörkuleik við þar, það eru með gríðarlega öflugt lið og hérna það eru hávaxnar, mjög hávaxnar. Og það eru fjarki fór illa með okkur í síðasta leik, skoraði 26 stig og hérna það er rosa flotti leikmaður sem er búin að vera að spila í bestu liðum Evrópu og hérna og svo er það með góða leikmenn í öðru stöðum og svo er það líka með WNB leikmenn, bandaríska leikmann sem er með ungverst vegabréf og spila fyrir þar og hún skoraði 27 stig held ég á móti Slóvökum núna á laugardag. Þannig að það er ekkert grín að mæta þessu liði? Nei, það eru með leikmanni tegir sem er 207. Þannig að bara stærri en flest allir í karlalandsliðinu okkar? Bara stærri en flest allir í karlalandsliðinu okkar? Já, stærri en allir sem að held ég ekki. Þannig að hún líka bara getur hreift sig og er með gott skot í kringu tegin og það er alltaf erfitt að spila mútið svona stórum leikunum. Já, nákvæmlega. En við hérna höfum við það ekki alltaf þetta íslenska hjarta, það er alltaf lagt allt í hvern einasta leik? Já, það er búið að vera svolítið hjá okkur að stelpurnar hafa verið rosalega duglegar og samviskusamar þar á eftir vel og það leggja sig fram 100% og það er líka við, það er, má segja, hver einasti leikmaður leggja sig 100% fram og það skilja allt eftir á gólfinu og það er bara heiður að fá að vera með þeim. Og leikurinn í Laugardalshöllinni bara á miðvikudaginn klukkan 7:30 og er ekki skylda fyrir Íslendingin að mæta þannan leik? Jú, það var rosalega vel mætt á leiki þegar við kemstum mútið Slóvökum og maður vonar náttúrulega að við bætum að meira þess aðeins í og hérna komið aðeins fleiri og það var gríðarlega góð stemming og við fengum rosalega flotta hvatningu þar og það var bara mjög gaman að spila hana leik fyrir fram að þess áður. Þú þekkir það sjálfur bara að stuðningurinn þegar landslið upp á annan borð að hann skiptir það ekki bara jafn miklu máli eins og hvernig leikurinn er settur upp? Jú, þetta skiptir allt máli og eins og segir öll umgjörð og allt það sem er í kringu liði, áhorfendur og þetta skiptir allt máli og eins og þeimist núna þessum árum Portugal að spila, þetta var Grefja, það sem að var setja alltaf hringinn og hérna mikið læti og heyrðist ekki neitt inn á völlinu með áhorfendum og þetta hefur alveg, þetta er bara 70 maðurinn á vellinum og eins og var í Portugal, þær voru að vinna mikið á þessu að vera með að spila leikin í þessari Grefju. En náttúrulega Laugardalshöllin er nú kannski ekki mikið Grefja en hún getur gert mikið af því íslenski áhorfendur eru frábærir. Já, íslenski áhorfendur eru náttúrulega æðislegir þegar þeir byrja að söngla svona? Já, þeir eru flottir þegar þeir byrja að styðja og er að hvetja en það er alveg ljós sko að baráttan þarf að koma inn á vellinum og við þurfum að smita áhorfendur. Það er ekki þannig mér finnst það langt ef við ætlum þess að áhorfendur hvetja okkur áfram svo að við byrjum þess að berja. Við þurfum að leggja okkur fram og þá fáum við áhorfendur með okkur. Nákvæmlega. En svona stuttlega aðeins að karlaboltanum áður en ég slepptir, þú ert að fara að koma hérna austur með lið þitt Hauka, mæta hérna Þór Þorláksson og þessi lið í 4. og 5. sæti. Já, þeir koma vísu til okkar. Já, þeir koma til ykkar, já, alveg. Já, þannig að hérna, jú, þetta verður svaka leikur og þessi tvö lið eru búin að eiga í harðri rimmu síðust ár og það sem er það furðulega við þetta að þetta eru svona verið þannig að við höfum hingað til verið að vinna nokkuð góða sigra í höfninni meðan að þeir hafa komið hingað í fjörðin og verið að taka þar á góða sigra. Já, þannig að þeir þyrftu kannski bara að skipta um heimavelli þarna í úrslitakeppninni. Já, það er svona, má segja það, en það breytist á föstudaginn. Já. En aðeins að lið Hauka, þetta eru það ekki svona mest skipað ungu leikmönnum sem þú ert með þarna í höndunum? Já, þetta eru uppaldistrákar og hérna
sem að við höfum verið að byggja upp síðustu 4 ár og hérna eftir að Haukaliði féll í fyrstdeildina þá tókum við þá ákvörðun að byggja upp á okkar heimastrákum og það hefur bara skilað sér í þessu. Við erum komnir með mjög gott lið og frambærilegt lið sem að hefur möguleika á að keppa um titla. Og já, það má segja kannski saman með Þorlákshafnarbúna, þeir eru líka með svolítið uppalið lið og ungt. Já, þeir eru með mjög skemmtilegt lið og þess að segja líka uppaldastráka og það hefur verið vel staðið að málum þar augsinilega og þannig að það er alltaf gaman að spila mótið svona liðum þar sem að eru heimamenn og það er eitthvað í gangi og maður sér að það er verið að byggja þar upp og þannig að það er bara mjög vel að málum staðið þar. Já, Ívar Ásgrímsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma svona rétt í lokin miðasala inn á tix.is, eða ekki? Jú. Og þú vænti þess að heyra menn rattlausa eftir að hafa mætt í höllina á þeir sem mæta í vinnun á fimmti? Já, ég vona það, svo ennilega og ég segi þarna geta íslenskir körfuboltar komið og séð eitt besta kvennalandslið í Evrópu og sjá hvernig við bregðumst við á móti þeim. Já, nákvæmlega. Bestu þakkir og gangi ykkur sem allra best. Takk hérlega. Bestu þakkir, blessaður. Já, þessi leikur á miðvikudaginn korter yfir 7 og það er hægt að fá miða inn á tix.is. Þið getur líka séð meiri upplýsingar inn á kki.is en það er annars ekki flóknar en það að fara inn á tix.is til þess að kaupa sér miða. Þessi leikur korter, 7:30 afsakið á miðvikudaginn, miðaverðið aðeins litlar 1500 krónur. En þá aðeins að næstu leikjum, það er fullt af leikjum náttúrulega í deildakeppninni hérna heima, karlamegin náttúrulega og ef við rennum snöggvast yfir næstu leiki, það er náttúrulega við byrjum í Dominos deild karla. Næstu leikir þar Höttur, IR, Snæfell, FSU, Njarðvík Stjarnan og KR Grindavík. Þessi leikir allir á fimmtudagskvöldið klukkan korter yfir 7. Svo á föstudaginn er það Keflavík Tindastóll korter yfir 7. Og svo er náttúrulega aðaleikurinn eins og við komum inn á aðan, það eru Haukar Þór Þorlákshöfn. Sá leikur verður einmitt á föstudaginn Ásvöllum klukkan korter yfir 7. Fannst eins og ég var að gleyma ykkur merkilegum leik þarna. Nú í fyrstdeild karla þá eru næstu leikir þannig að IA og Fjölnir eigast við á fimmtudaginn klukkan korter yfir 7 og svo á föstudaginn er einn leikur klukkan 6:30 KFÍ Skallagrímur og svo korter yfir 7 er Breiðablik Hamar, Reynir Sandgerði Valur og svo klukkan 8 í Þór Akureyri Ármann. Og staðan í fyrstdeildinni þannig að Þór Akureyri á toppnum með 24 stig, Fjölnir í öðru sæti með 22, Skallagrímur í þriðja sæti með 20, IA í fjórða sæti með 18, Valur í fimmta með 18, Hamar í sjötta með 16, Breiðablik í sjöunda með 14, KFÍ í áttunda með 6, Ármann í níunda með 4 og Reynir neðsti með 0 stig. En í Dóminusdeild karla ég glindi náttúrulega þylja það upp KR-ingar á toppnum með 30 stig, Keflavík í öðru með 26 stig, Stjarnan í þriðja með 24, Haukar í fjórða sæti með 22 stig, Þór í fimmta með 22 stig og Njarðvík í sjötta með 22 stig, Tindastóll í sjöunda með 20 stig, Grindavík í áttunda með 16 stig, Snæfell í níunda með 14 stig, IR í tíunda með 10 stig, FSU í 11 með 6 stig og Höttur með neðsti með 4 stig. En við ætlum að fara að skipta yfir í handboltan. Framundan er undan og úrslita leikir í Coca-Cola bikarnum sem fer fram næstu helgi í Laugardalsvöll. Nógu mikil hátíð þar. Úrslit Coca-Cola bikarsins og þetta fer fram núna. Veislan hefst á fimmtudaginn og lýkur á sunnudaginn. Nóg á dagskrá. Og það er einmitt þetta að tryggja sig miða núna inn á tix.is á þennan skemmtilega viðburð. En Kári Garðarsson, þjálfari Íslands og bikarmeistara Gróttu í handbolta, verður hér á línunni eftir smá stund. Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld á Suðurland FM. Allt sem tengist íþróttum. Sportþátturinn Mánudagskvöld á Suðurland FM.